Í Háskólanum á Akureyri er hefð fyrir því að taka vel á móti nýnemum á haustin með svokölluðum nýnemadögum. Hefðinni samkvæmt hefst skólinn þó ekki formlega fyrir en búið er að hringja Íslandsklukkunni á skólalóðinni. Í ár sá nýneminn Hrafn Jónsson það verk, en hann var að flytja til Akureyrar til að hefja nám í iðjuþjálfun og fékk heldur betur að svitna við skólabyrjun því það tekur sannarlega á að láta Íslandsklukkuna klingja hraustlega. Mér líst bara mjög vel á mig. Þetta lítur allt saman vel út. Það er bara aðeins að fóta sig og koma sér fyrir. Og annars þá fyrstu kynni, mjög fín. Nýnemadagar hafa verið í gangi í Háskólanum á Akureyri í heila viku. Já, út af hvað ganga þeir? Sko, þetta er fyrst og fremst að fá fólki hérna inn í skólan og að það kynnist hvort öðrum, samnemendum sínum og við sjáum þau líka sem sagt við stúdendaráði og að bara allir séu glaðir og kátir og spenntir að byrja í skólanum aftur. Það er svona númer 1, 2 og 3. Og einmitt líka það jákvætt fyrir kennarana, sérstaklega eftir COVID, að geta loksins fengið og sé nemendur í raunmynd. Þannig að við erum allan að hrikalega ánægð hvernig þessi nýnemavika hefur gengið. Haustin eru í sjálfu sér alltaf upphæfð einhverju nýju og núna er það sérstaklega gleðilegt því að það stefnir allt í að við getum verið með nánast eðlilega starfsemi í vetur með við þær sóttvarnir sem eru í gildi og hvernig við erum að læra að lifa með veirunni gerir það verkum að við getum tekið á móti nemendum í lotur og náma okkar almennt séð. Þannig að þetta lítur vel út og okkur hlakkar mikið til. Og skólabyrjun núna í ári kannski jafnvel ennþá gleðilegri heldur en í fyrra, þá var ekki hægt að halda neina nýnemadaga? Herði, í fyrra vorum við með rafræna nýnemadaga. Í ár náðum við að boða nýja nemendur á staðinn, þannig að já, það var alveg sérstaklega ánægjulegt að geta hitt nýnemana. Við gerðum það með 9 sniði núna í ár, skiptum alltaf upp í hópa út á sóttvörðum og fleira og ég fekk að halda mína ræðu mun oftar en venjulega, sem er mikið gleðiefni fyrir mig því ég hef mjög gaman að því að hitta nemendur í smærri hópum og það var mjög ánægjulegt. Hversu margir nýnemar að hefja nám hérna? Herði, í ár er þetta 1100 nemendur sem koma nýjir inn á hennum ýmsu brautum og það eru svipaðar tölur eins og hefur verið á síðustu árum þegar við byrjuðum að fara yfir 1000 nýnema á hverju haustið 2017 ef ég maður rétt. Þannig að skólinn heldur áfram að vaxa. Þið hafi verið eiginlega bara í stöðri sókn undanfarin ár. Hérna, hvaða brautir eru vinsalastar? Það eru nú hefðbundnu brautirnar sem eru vinsalastar eins og sálfræði, hjúkrunarfræði og viðskiptafræði. En við erum að sjá áframhaldandi aukningu í menntavísindunum, kennarafræðunum og svona almennt séð er bara nokkuð góða þáttöku á öllum brautum. Þannig að við myndum orða það þannig að það er einhver stórar breytingar. Þetta er svona svipað nám sem áhuginn er að dreifast á milli ára. En við erum að byrja með nýtt nám til dæmis fyrir sjúkraliða í haust sem er framhaldsnám fyrir sjúkraliða á háskólastigi sem verður mjög spennandi að sjá hvernig það þróast. Og þið voruð að hringja Íslandsklukkunni og þessi hringing hún markar formlega skólabyrjun í rauninni, ekki satt? Jú, Íslandsklukkan er svona að kalla okkar út í samfélagið að nú sé skólinn hafinn og mjög skemmtileg og virðuleg athöfn og ánægjulegt að geta nýtt listaverkið sem hluta af okkar skólastarfsemi. Það er einstaklega skemmtilegt.